Sæl og verið velkomin í kafla 2.5 í forritinu MATLAB sneiðing. Byrjum á að athuga að fylki A er skilgreint í MATLAB. Þá getum við auðvitað að skrifa A í skipangluggann til þess að sækja fylkið. En ef við skrifum A og svo sviga og gerum típunkt, samanber eins og við gerum A stak 2,3, svo er bara típunkt í stað fyrir töðunar, þá fáum við fylkið aftur líka. En ef hins vegar við skrifum bara A og 1 típunkt, þá tökum við dálkana og röðum svona undir hvort annað og búum til einn dálkur úr fylkinu. Skoðum þetta. Ef glerum hérna, gerum bara skriftu og leikum okkur aðeins þessu. Clear, close all. Síðan A er saman sem þessi 1. Þetta var nú reyndar 1, 2, 3, 4, svona 4, 5, 6, 7, 8, 9. Þá við hérna fylki. Og við getum alltaf gert eins og þetta, skrifa bara A að fá fylkið. Og svo gerum svona að fá líka fylkið. Og við gerum svona að fá öll stök fylkisins sem dálkur. Og það getur einhvern með raða saman 1, 4, 7, 1, 4, 7, 2, 5, 8, svo getum við 2, 5, 8 hérna. Og lokum 3, 6, 9. 3, 6, 9. Og svo getum við lesin bara típunktir sem svona allt. Eða þá þetta tengist mjög mikið því sem við skoðum áðan. Það að nota típunkt kallast almennt sneiðing. Og skoðum nokkuð dæmi hvernig við getum sótt stök úr fylkinu, fleiri en 1 í einu. Munum það að síðasta stak í fylki er það stak sem er lengst til hægri og lengst niður. Og síðasta stak í fylkinu A, það er hérna 9 sem er talan í sæti 3, 3. Og við getum skrifað A end, eða A end til þess að birta það. Og öftustu stök í línum 1, 2, 3 fylkinu A eru A, lína 1 og end, lína 2 og end og lína 3 og end. Og við getum fundið þau öll með sneiðingu, setja á tvípunktin. Það sé að eins og tvípunktur má lesa ef hann setur stakur, bara allt. Þannig að við skoðum þetta fylki aftur hérna. A, það vil segja allar línur en síðasta dálkinn. Allar línur koma síðasta dálkinn. Og það fáum við allar línur en síðasta dálkinn. Og 1, 2 og 3 og við kunum að búið til talnárinu og tölum 1, 2 og 3 þannig að við getum líka skrifað það bara einfallega 1 upp í 3 og það saman. En við getum líka sagt 1 upp í 2 og það fáum við línu 1 og upp í 2, 1 og 2 og síðasta dálkinn. Og svo getum við gert mjög svipað nema við getum sagt ok, ekki síðasta dálkinn heldur dálk 2. Það fáum við stök 1 og 2 í dálki 2 og samanskapi. Svo getum við líka gert mjög svipað nema við getum líka sagt ok, í línu 1 ætla að fá öll stökin 1, 2, 3 og þá fáum við línur, það getur því ef að talan er stök í öðrum hvorum þá er það að gefa til kynna að það sé aðeins ein vidd þar, ekki endilega 1 heldur 3, það er bara ein vidd. Og ef hinn talan er fleiri stök þá fáum við einhver dálka eða línu vera. Og svona getum við lesið ok, við ætlum að skoða línu 1 og alla dálka eða sem er kannski eðlilega að segja allir dálkar í fyrstu línu. Og það er bara fyrsta línan í fylkinu A. Akkurat við erum búin að skoða þetta. Ok, við skoðum þetta sýnindæmi hérna. Við vorum aðeins búin að kynnast þessu. Clear, close all. Og vistum þetta, sýnindæmi 12. 12. Skilgreinum fylkið C, það lítur svona -1, 0, 3 og 1. C, -1, 0, 3 og 1. Og næst kemur -4, 7, -3, -3. -4, -3, bara 7, 7. 10, 6, 7 og 9. Allt jákvæðtölur. 10, svona, nei, svona, skilum líklega voru hérna.
10, 6, 7, 9. 10, 6, 7 og 9. Og neytir sneiðingu til þess að sækja allan dálk 2. Ok. Skulum gera þetta, fáum þetta fylgi hérna. Allur dálkur 2. Nú séum við this. Allur. Ok, við ætlum að sækja allan dálk nummer 2. Það séum við allar línur og dálkur 2. Þetta er dálkur 2. Og bílur. Þá áttum við að sækja allan aftasta dálkinn. Það séum við A sem þessu B. B sem C. Tökum við allar línur og síðasta dálkinn. Þá fáum við 1, -3 og 9. 1, -3 og 9. Og C línu 3 í fylkinu. Þannig að það kemur öll lína 3 í fylkinu. Og þá segjum við hérna disp C-liður C samsem C hérna. Við áttum að sækja línu 3 í fylkinu. Hvernig myndum við gera? Jú, lína 3 og allir dálkar. Eða bara lína 3 í fylkinu. Það var neðsta línan í fylkinu. Ok. Sko, síðasta liðin. Næst öftustu línuna í fylkinu. Ok. Það er þá D er saman sem stórfylki C. Ef við taka næst öftustu línuna, þá séum við end -1, allir dálkar. Og næst aftasta línan. Sem er þá líka lína 2, en neðaukunni fyrirmælin eru þá svona, hér ætlast til þess að við sækjum næstu öftustu línu. Við líka æfa okkur að rifja upp það sem við erum búin að læra hingað til. Svona. Dálkur 2 svona. Aftasti dálkurinn svona, lína 3 og næsta aftasta lína. Þetta er miklu meir lýsandi heiti og mun betra sem við sem við skýrum þetta. En við lítum ekki eins út 1, 7, 6, 1, -3 og 9, 1, -3 og 9, 10, 6, 7, 9, 4, Ok. Og nú getum við svona fundið ákveðin stök með vísun í sæti. Þannig að til dæmis getum við sagt að í þessu fylki hérna þá er stakið í fylkinu A sem er línu 1 og dálkinn 2. Lína 1, það er bara ein lína í þessu fylki, 4. Dálkinn 2 þá 7. Og við getum sótt fyrstu 3 stökin í liðunum A með því að skrifa A1, A2, A3. Við sáum þetta aðeins fyrr í köflunum, það sem við gotum stimplað inn allt svona handvirkt. Svo getum við sagt, ok, eða það bara 1, 2 og 3, eða ennþá styttra A1 og 3, eða þá bara 1 upp í 3. Og það var það sem við skoðum áðan. Búið til fylkið A hérna. Hvernig var það skilgreint? 6, 7, 2, 5, 8, 2, 5, 8, 1. Úps, tvisturinn kom hérna. Ok. Við sögum, ok, við getum sótt fyrsta stakið í línu 1 dálkinn 2, það er svo bara tala 7. Svo getur líka bara einfallega að skrifa þetta við bara tölum 7. Og svo getur við sótt. Við skulum við hafa æfa okkur að sækja hérna. Ok, römbufylki, staki 1, staki 2 og staki 3, 9, 6, 7 og 2. Við getum líka sagt bara einfallega að nota þetta fylki til þess að safna liðvísunum saman. Þetta er bara, við lærðum það fyrst í orðhætti, bara við getum nota hotklóa til þess að taka saman margar tölur í einu. Það er bara allt sem við erum að gera hér. Bara í staðan fyrir að láta það sem við ætlum að sækja liðvísina vera stakkartölu, og getur látið liðvísina líka verið fylki.
en liðvísanir verða þá að passa til stakk 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Ég get þá ekki skrifa hérna a af 8 því þá tala 8 síðan. Það ekki 8 stök í boði. En hérna er að nota nýjan liðvísavígur til þess að vísa í stökin í fylki A. Sjá þið. Og samanskapið líka að gera 1 upp í 3. Það gefur alltaf sama. Kikið þessu nöfn. Svo við sjáum nú betur. Lið 3 hérna. Leið 1, einfallega raða allir saman í fylki með stökum liðvísum. Raða liðvísum saman í fylki eða vígur og setja inn í þetta fylki. Eða þó, þetta er bara vígur í grunn, þannig í raun og veru þetta nákvæmlega saman skipun en þetta er svona fljóta leið til að skrifa. Og það sem var svo bætt við hérna aftan við, 1, 2 og n, það segja ok, ég ætla að fara í fyrsta stakið á fylkinu. Ég vil taka annarkvært stak eða hoppa 2 og fara alla leið út í enda. Þannig að sjáum hérna að við segjum A, við byrja í 1, fyrsti lífsir, hoppa 2 og ég ætla að fara út í enda. Við þurfum ekki að vita hvaða er stórt nákvæmlega. Þannig að við getum sagt að þetta tekið, við sleppa þessu, þetta tekið, við sleppa þessu, þetta tekið, við sleppa þessu og það er ekki einn meir. Svona kemur þetta. Þannig að lykilorðið end, það MATLAB skilur það. Þetta er bara svo, já, nokkuð við það sem við gerðum. Ef við bara svona eftir með þess að fyrir okkur, ok, skilgjum MATLAB línuna A. A sem 6, 7, 2, 5, 8 og 1 sem fylgir sem vorum með og gefum við clear, CC og close all. Svo er þeim að æfa sig ofta ágætt að hugsa fyrir hverju á ég von á 6, 7, 2, 5, 8, 1 2, 5, 8, 1 hverju get ég átt von á ef við segjum hérna 1 upp til 3 það því ég til að sækja stök 1 til 3 þetta er stakk 1, þetta er 2 og 3. Við erum búin að skoða það. Þannig að ef við ekki segjum hérna disp, aðliður, liður, 1 til 3. 6, 7, 2. Hérna. Svo þetta gera A3 upp í end. Hverju getur átt von á að við gerum 3 upp í end? A3 upp í end. Það er oft gott að þess að velta fyrir sér. Hvað á ég von á kóðið minn geri áður en ég keyra hann? Þetta er stakk 1, 2 og 3. Og allar upp í enda. Og ég von á öllum þessum eða koma bara þessi hér. Nú, allavega ef við búum til 3 upp í svo sín 10, þá tala hann 3 alltaf með. Og það sem þetta er stakk nummer 3 og fer hérna inn, þetta er liðvísir 3, þá hlýtur það að koma með. 2, 5, 8, 1. Sjáum kannski hans betur svona, við gerum. Ekki svona og alveg 6, 2, 2, 5, 8, 1. Þú kannski hér þriðastakkið og öll önnur stöku eftir því. Þetta mjög nota mikið til þess að við erum kannski með eitthvað gagn og sögn og vitum til að byrja hér. Þá er þessi tala kannski breyta og notum eitthvað leið til þess að finna hver þessi breyta er. Þessi liðsir. Og svo ættum við að gera A 10 punktur. Hver er við að vona á að við gerum hérna A 10 punktur. Nú, að því að við tölum að ef við gerum 10 punktur fá alltaf dálkur úr því sem við með. Það breytist ekki hér. Og alveg saman hvað fylkið, hverjar víddir fylkisins eru ef við gerum 10 punktur og tekur hann alltaf og raðar undir. Þessi fyrir undir, þessi alveg saman hvort að við séum með bara eitt stakk í hverjum dálk fyrir sig, hann tekur alltaf dálkan og raðar þeim undir. Þannig að 6, 7, 2, 5, 8, 1.
Og svo bara svona aðeins að tala aftur sneiðinguna. Öndin bjóð okkur hérna sneið af pítsunni. En við lesum táknmálið A. 10.2. Svona allar línur í dálki 2. Allar línur í aftasta dálki. Og svo eins og hérna, eins og vorum við áðan einhvers staðar hérna. Þriðja lína og allir dálkar. Þá getur líka sagt bara þriðja línan í fylkinu og aftasti dálkurinn í fylkinu. Því að allar línur og aftasti dálkurinn. Næst aftasta línan og allir dálkar. Það er þá bara næst aftasta línan í fylkinu. Þá getur það venjast þessu. Svo getur líka notið rökfylki. Til dæmis gæti það nýst ef við viljum búið til vegur og viljum fá öll stök sem stærri en einhver tiltekin tala. Þannig að segjum við séum með mjög sambarlegt fylki, þetta er ekki samfylki, og segjum okkur til að finna allar tölur sem stærri en 4. 6 stærri en 4, 5 stærri en 4, 10 ekki stærri en 4 og 1 ekki stærri en 4, en 8 það stærri en 4. Svo getur við sett þetta rökfylki inn í fylkið og ef liðvísirnir eru 1 og 0 þá veit MATLAB ef liðvísirnir eru jafn margir og stærri fylkisins þá skilur MATLAB ef það er 1 og 0 og þetta er logical array þá veit hann ok, þetta eiga að vera liðvísar og ég ætla bara að birta þær tölur sem eru með 1 annars ekki. Nei, sem það uppfyllir, já, sem það clear, CLC, close all. Við getum bara að prófa að gera hérna bara randi. Við erum búin að skynast í hans randi og við segja bara finna allar tölur milli 10 og 10 og ég ætla að fá bara 3 sem 6 fylki. Þannig 3 línur og 6 dálkar og við erum með tölur frá -10 upp í 10. Svo er sagt ok, ég ætla að skoða allar tölur í fylkinu. Ég vil prófa fyrst að segja hérna, ok, allar tölur sem eru stærri en 4. Skoðum hérna aðeins þetta rökfylki hérna, 6 er stærri en 4, -10 er ekki stærri en 4, 4 er ekki stærri en 4, -3 er 4 er -10, þetta er allt tölur sem er minni en 4, 10, 7 og 5 eru tölur sem er stærri en 4, 3, -10 og -8 eru tölur sem er minni en 4, 3 er minni en 4, en 9 og 5 er stærri en 4, -7 og -5 er minna, en 7 er stærri en 4. Svo getum við sett þetta inn í fylkið A, svo getum við nota rökfylki sem liðvísa. Og þá fáum við bara dálkvegur með þessu sem kemur út. Það sjá að það er ekki íkja mikið, við erum með 6, 6, 5 og 9. Restin er minna, eða jafnt á 4. 4, -4 hérna, -10, -1, -2, -7, 0. Oft hefur maður til þess kannski áhuga á að skoða tölur sem er stærri en 0. Mínustala, jákvæðtala, 1, -5. Sjáum að 0 er ekki stærri en 0. 0 er ekki stærri en 0 og þar leiðandi fáum við 0 ekki hérna í vefurinn. Þetta er bara jákvæð tölur. Svo getur líka verið gaman að velta fyrir sér, finni fjöldatalna í fylkinu sem er stærri en 4. Skulum bara afgreiða þetta sýnindæmi og fyrir kannski hans tilbaka aftur. Clear, CLC og close all. Það fylgir hérna 5, 2, 9, 5, 2, 9, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 4, 6 í næstu neðan. 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7. Okay. Svo ættu að finna fjöldatalna í fylkinu sem er stærri en 5. Okay. Þá vitum við, ok, við prófum bara að skoða. Okay. Stærra en 5. 1, 2. Þessi tala er stærri en 5. 5 er ekki stærri en 5. 6, 9 og 7. 9, 6, 9, 7. Þá getum við séð, ok, við getum líka svo skoðað tölurnar í fylkinu sem er stærri en 5. Svo getur sett kannski hérna líka til þetta rökfylki. Ef við notum breyturnar, þetta er nokkið gott að það breyta þessum stöðum. Og setjum það inn. Svo getum við séð, ok, tölur
stærri en 5 svona. Það getur sagt, ok, hvað er lengð að þessu fylki? Tölur stærri en 5. Það eru 4 tölur í þessu fylki, sem þýðir að það eru 4 tölur sem eru stærri en 5. Þannig svona getur látið MATLAB reikna þetta. Fjöldi tala. Og auðvitað getum við gert þetta allt saman bara í einu. Bara lengð af a, þar sem a er stærra en 3. Það er stærra eða jafnt og 3. 3 kemur einu sinni fyrir. Það eru 8 tölur sem eru stærri en 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nei, 7 því leiðum 3 við. Ef maður ætlar að nota þessi fylki eitthvað aftur þá er þetta fínt. En ef það stendur ekki til, við höfum bara á að vita fjöldi talna stærri en 3. Eða jafnt. Þetta lesi líka. Við séum bara eða stærri eða 3. Svona ekki góð íslenska. Ok. Svo myndum við kannski vilja nota f.f. Og þetta er kannski markmið. Að skrifa þetta vel, koma svo vel frá sér. Það eru 4 stök stærri en 5 í fylkinu A. Kannski með þetta fylkinu A. En þetta er komið í bili. Ég þakka bara kærlega fyrir. Við munum nota sneiðingu og eitthvað rökfylki líka á rosa mikið í MATLAB. Við munum nota þetta alltaf rosa mikið. Við munum nota fylki mjög mikið. En það er eins og ég MATLAB stendur fyrir Matrix Laboratory. Þannig að fylki er svona megin þungin á þessu öllu saman. Takk fyrir.